Heil og sæl kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Hlaðvarpið á 2 ára afmæli þessar myndir og ég verð nú eiginlega bara að segja að mig óraði ekki fyrir hvert þetta myndi leiða mig þegar ég tók upp fyrsta þáttinn í júlí 2023. En það var nú bara þannig að Elva Björk, samstarfskona mín í MH, kendi mér á upptökubúnaðinn í skólanum og á klippiforritið Audacity af því að hún var sjálf með hlaðvarp eða hlaðvörp, podcastið og popsálina. Fínt að gefa henni smá shoutout ef ykkur vantar eitthvað til að hlusta. Og svo hendi ég mig bara í djúpulaugina. Ég trúi því varla sjálf að það séu komin 116 þættir og þar af 92 viðtöl og 24 styttri heilsumólar. Síðan ég byrjaði. Þetta eiginlega bara ótrúlegt. En ég virkilega þakklátt fyrir ykkur hlustendur og mér þykir alveg hrikalega gaman þegar ég hitti hlustendur á förnum vegi og þeir heilsa mér og segjast vera að hlusta og deila því jafnvel með mér hvaða áhrif einhver þáttur eða þættir hafa haft á líf þeirra. En þá nefnilega tilgangi mínum náð. En það bara það að vita að þættirni sé hafa jákvæð áhrif á heilsu og líðan fólks. Það það sem ég brenn fyrir. Þannig bara takk fyrir að gefa ykkur tíma til þess að huga að eigin heilsu. Framundan virkilega áhugavert spjall við hann Snorra Einarsson, sérfræðing í fæðinga- og kvensjúkdómalækningum. Hann með ófrjósemislækningar sem undirsérgrein og við ræðum áhrif lífstíls á frjósemi, bæði karla og kvenna, mögulegar ástæður ófrjósemi, alls konar mýtur sem í gangi og hvaða úrræði eru í boði ef einhver að glíma við ófrjósemi. En Snorri hefur starfað við ófrjósemislækningar frá 2006 og framkvæmdastjóri, yfirlæknir og einn af stofnendum Livio Reykjavík. Þetta þáttur sem að allir gagnast af að hlusta á, hvort sem þeir að glíma við ófrjósemi eða ekki. Einfaldlega bara til þess að skilja betur þá sem eru í þessari stöðu, þetta andlega álag sem fylgir oft og líkamlega og líka bara hversu mikið heildræn heilsa og frjósemi tengist. Þannig að þeir sem eru kannski ekki byrjaðir í barneignum geti kannski svona farið aðeins að hugsa heilsuna kannski að öðrum forsendum. En áður en ég gef Snorra orðið þá finnst mér mikilvægt að þakka samstarfsaðilinu mínum og mér langar að gefa mér alltaf góðan tíma í það í dag og hvet ykkur til þess að hlusta. En ég þeim virkilega þakklátt fyrir að styðja við bakið á hlaðvarpinu og leið létta mér lífið. Það fer mikill tími, vinna og orka í að skapa hvern einasta þátt. En hlaðvarpið unnið í samstarfi við Geosílika, Spíruna, Virkja, Ungbarnasundarellu og svo gleður það mig sannarlega að segja ykkur frá nýjum samstarfsaðila hlaðvarpsins, snyrtistofunni Þín Fegurð. En Þín Fegurð staðsett á annarri hæð í verslunarmiðstöðinni Firði í hjarta Hafnarfjarðar. Stofan rekin af Öldu Björg og Láru Huld og þær eru báðar snyrtifræði meistarar með margra ára reynslu. Ég hef til dæmis farið til þeirra beggja í augnhára lengingar í rúmt ár og alveg svakalega ánægð. Ég mála mig mjög lítið og einhvern veginn gef mér lítinn tíma í svona umhirðu ef ég bara hreinskilin og það var bara pínu svona leikbreytir fyrir mig að þurfa að geta bara vaknað og verið fín. Ég nefnilega típan sem hef bara vaknað, setta með sensagel og farið út síðustu 20 ár og ég skammast mín ekkert fyrir það. En það gaman að vera gorgeous, þannig að ég hvet ykkur til þess að kíkja á heimasíðuna þeirra, kíkja á þínfegurð.is, en þar boðið upp á alhliða úrval af faglegum snyrtimeðferðum, allt frá andlitsmeðferðum, fótsnyrtingum, yfir í augnháralengingar, brálift, microblade og margt fleira. En stofan leggur mikið upp úr því að gefa faglega og persónlega þjónustu í notalegu umhverfi. Síðan það Spíran, en hún hefur verið dyggur samstarfsaðili hlaðvarpsins lengi og ég mæli með að þú prófir sumarsalat heilsuerlu. En ég var nefnilega að frétta að það búið að taka fram úr hinnu geysivinsæla austurlenska nautasalati sem líka hrikalega gott.
En sumarsalati mitt litríkt og bragðgott salat sem gleður bæði augu og bragðlauka, líka stútfullt af góðri næringu. Þetta kál, spínat, kjúklingur, egg, avokado, agúrka, paprika, granatepli, fetaostur, ristaðar kjúklingabaunir, kasjúnötur og dásamleg hindberjadressing og auðvitað gert frá grunni eins og allur matur á spírunni. Þú verður bara að prófa. Þetta próteinríkt salat og alveg klikkaslega gott þó ég segi sjálf frá. Og svo langar mig líka að hvetja ykkur til þess að hlusta á Heilsumála 19 sem sagan og maðurinn á bakvið spíruna. Þá getið þið kynst spírunni betur. Svo það Geosílica. En Geosílica íslenskt frumkvöðlafyrirtæki sem ég stolt að vera í samstarfi með. Geosílica framleiðir náttúruleg fæðubótaefni í vökvaformi til daglegrar inntöku sem hjálpa til við endurnýjun líkamanns frá toppi til táar. Og ég minni á sumarpakkan sem á 20% afslætti í netverslunni þeirra geosilica.is. En pakkin inniheldur Renew sem fyrir hár, húð og neglur og svo inniheldur það líka Recover sem fyrir vöðva og taugar. Þetta frábær tvenna í sumar. Ég búin að taka Renew og ég get svo sannarlega mælt með því að hárið mitt tók bara þvílíkan sprett og neglurnar líka. Þannig að það gaman að geta sagt frá eigin reynslu. Og síðan getið þið líka nýtt kóðan heilsuerla með stóru hái í netverslunni fyrir 15% afslátt af öllu. Öllu öðru en sumarpakkanum þar að segja því að hann á 20% afslátti. Síðan það virkja og ef að þú vilt taka skref í átt að þínum árangri þá virkja eitthvað sem þú ættir að skoða. En það að fara á námskeið hjá þeim í markþjálfun bara einn besta ákvörðun sem ég hef tekið. Ég kom út úr þessu námi með meira hugrekki, meiri meðvitund það hvert ég vel að beina athyglinni minni og þetta bara vægast sagt leikbreytir og ég finn að ég nýti tíma minn betur og nýt lífsins á einhvern veginn innilegri hátt en áður. Ég sá að það orðið fullt á næsta námskeið sem hefst núna í lok ágúst en það laust í námið sem hefst 9. október. Þannig að ef þú hefur áhuga á að skoða þetta nánar þá getur þú bókað frítt 20 mínútna kynningaspjall á virkja.is. Og svo það að lokum ungbarnasunderlu, sundskólinn sem ég hef rekið í 19 ár. Ég var að klára námskeið í gær og ég fann bara því ég var að spjalla við foreldra og kveðja þau hvað þetta gefur mér ótrúlega mikið og ég vona að það gefi fólkinu það sama tilbaka. Þetta bara það besta í heimi að fá að vera á þessum töfrandi stundum með þessum fjölskyldum og sjá börnin þroskast og dafna. Það bara ekkert betra. En kíkiði endilega á fallegu nýju heimasíðuna mína ungbarnasunderlu.is fyrir allar nánari upplýsingar. En næsta námskeið það hefst 27. ágúst og öll námskeið hjá mér fyrir börn frá 3 mánaða til 2,5 árs. Og það hægt að koma á byrjandanámskeið, framhald 1 og framhald 2 og það hægt að koma aftur og aftur og aftur á framhald 2. Og það gladdi hjarta mitt að sjá að einn lítill sundgarpur að koma á sér 10. námskeið í haust en það hefur bara einu sinni gerst áður einhver koma á svo mörg. En flestir nú að koma á svona 3-4 námskeið, þannig að það gefandi og þroskandi fyrir alla að halda áfram í smá tíma allavega. En eins og þið heyrið þá ég virkilega þakklátt fyrir alla þessa samstarfsaðila og mér langar enn og aftur bara að þakka þín fegurð, spírunni, Geosílica, virkja. Svo gaman að segja frá því að fyrir 2 árum þegar ég byrjaði þetta hlaðvarp þá bjó sonur minn sem var þá 10 ára til intro. Og ég fann það í tölvunum daginn og ég var víst búin að lofa honum að nýta þetta intro. Þannig ég ætla bara að leyfa intro þáttarins í dag að vera í boði Hilmis. Þannig að við skulum bara vinda okkur í viðtal vikunar. Gjörið svo vel. Þú ert að hlusta á hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Gestur minn í dag hann Snorri Einarsson, læknir. Og ég ætla nú kannski bara að leyfa þér að kynna þér hérna sjálfur, en það samt svolítið skemmtilegt því ég fekk tölvupóst með uppástungu að bjóða þér í
hlaðvarpið og þá sagði ég nú strax bara heldur betur já af því að við hefum nú smá tengingu. Heldur betur. Synir okkar eru bara saman í bekk og alltaf að leika þannig að það var ég fljóta að samþykja það, veit bara gott af þér. En vertu hjartanlega velkomin í með lífið í lúkunum. Takk fyrir það, takk fyrir. Og hver nú Snorri fyrir það sem ekkert vita? Já, einmitt. Ég svona faglega, þá ég læknir og kvensjúkdómalæknir. Og ég fór síðan, lærði það hérna á Íslandi og svo fór ég til Gautaborgar í Svíþjóð og lærði það. Það var æðislegt að vera þar. Og svo fór ég í það sem heitir ófrjósemislækningar. Tók undir sérgrein í því. Hvernig velur maður það? Já, sko, ég var bara, mér var boðið að koma á ófrjósemisdeildina á spítalanum í Gautaborg og það var bara rosa gaman og svo þegar ég var búin að vera þar ekkert mjög lengi þá var ég spurður hvort ég vildi ekki bara að því fyrst var ég fenginn sem skurðlæknir inn í þessa að sjá skurðaðgerðir tengdar þessu og svo var ég bara spurður hvort ég vildi ekki læra og bara fara og kunna þetta allt saman og það var bara frábær ákvörðun og mjög bara svo ótrúlega áhugavert og þá var ég með boðið að fara í þetta sem heitir undir sérgrein þar sem maður er orðinn þá sérfræðingur í fæðingu- og kvensjúkdómalækningum og svo fer maður í undir sérgrein og þá er maður 2-3 ár bara að tileinka sér þennan hluta kvensjúkdómalækningana. Sem er þá ófrjósemi. Já, ófrjósemi og ég fékk tækifæri til að gera það svona á formulegan hátt og það vildi nú þannig til að ég bara var einn af þeim fyrstu í Svíþjóð og var sá fyrsti í Svíþjóð sem fékk þetta svona formulega viðurkennt. Já, það? Já, og svolítið bara mjög gaman en þú veist bara og bara frábært tækifæri. Og þetta alveg svona, þú veist, maður er komið svona djúpt, maður er komið svona lítið sérsvið, en kann þá mikið í því. Það eru fáir í þessu, ég er eini sem er með undirsegrin í þessu á Íslandi. Já, það er ekki alveg rétt hjá mér. Það eru þeir sem voru undan mér, en þeir eru ekki starfa við þetta í dag. Komin aldur og svona, og þannig ég er svo eini sem er með þessu undirsegrin. Þetta er lítið. Já, einmitt. En það, svo er nú bara, já, og svo hef ég líka verið að reka heila deild og svona, þannig ég var framkvæmdastjóri þangað til bara nýlega í því, þannig ég var líka í reka fyrirtæki og svo er ég náttúrulega bara, þú veist, fjölskyldumaður og bara stóra fjölskyldu og það er bara, já, svo margt annað. Já. Og það er skemmtilegt að ég var akkurat að koma heim frá Gautaborg í gærkvöldi. Einmitt. Svo frétti ég að þú hefði búið þar í 10 ár. Já. En gaman, já. Já, það er bara alveg geggjað, það er ótrúlegt tækifæri að fá að flytja erlendis og búa og svona þroskast og já, nákvæmlega. Nýtt tungumál og treysta á sjálfa sig og takast á við alls konar hluti. Það er bara ótrúlega skemmtilegt og frábært og þroskandi. Já. En röddin mín er svona pínu tæp. Ég var sem sagt í heila viku ferðastjóri í handboltaliði á Partille Cup og það tekur alveg á að vera með Trúi því. Stóra stofu af guttum. Ég held að vera 46 drengir og 6 foreldrar í einum stórum sal í 7 nætur. Það þarf að klappa mikið og hvetja mikið. Og hvetja mikið á leikjunum. Mjög gaman. Já, geggjað. En svo erum við líka inn í MH og ég frétti að þú varst gamall MH-ingur. Já, ég var MH, geggjað. Ég var bara kom þekkti engan og svo fór maður í kórinn og það var æðislegt og þar eignaðist maður marga góða vini og kynntist konunni minni og bara ekkert nema góða minningar hérna. Dásamlega. Já, frábært alveg. Og svo þekki ég nú aðeins til ykkar og veit að þú ert með golfbakteríu. Já, ég myndi segja sko golf er ekki áhugamál hjá mér, það er þráhyggja. Já, þú meina það. Nei, Ferðu útrás þar?
Algjörlega, og sem maður svona sónar út og fær tækifæri til svona að gleyma sér og svona fá svona þess að blöndu af sko ykkur svona útiveru og ykkur skonar hreyfingu, þó maður sé nú ekki orðið intensív og ykkur svona fókusir á okkur að gleyma sér. Já. Tæma hugann, það alveg geggjað. Og fyndi maðurinn minn sagði akkurat í gærkvöldi, hann sagði bara í golfinu næ ég fullkominni núvitund. Já, einmitt. Ég tengi við það. Já, einmitt. Ég held að það sé þegar maður kannski orðin ágætur í golfi. Já, þegar maður ennþá svona byrjandi eins og ég, þá maður ekki alveg í núvitund. Svekja sér að hinn og þessu út allt. Já, það er mikill lærdómur, Ég er svona í leitinni hvar Valli alltaf með boltan minn. Já. Nei. En það sem mig langar það helst að ræða sko tenging, heilsu og ófrjósemi. Þannig að við kannski byrjum bara að skilgreina fyrst, þú veist, hvað ófrjósemi og ófrjósemislækningar? Já, einmitt. Sko, ófrjósemi skilgreind sem það að takast ekki að koma af stað þungun þó að par stundi reglulegt kynlíf í 1 ár. Það svona skilgreiningin og það getur náttúrulega átt við þú veist, ungt par, það getur átt við par sem þú veist, fertugt og búið eignast 3 börn og það væri gaman ef það kemur 4. Þú veist, þannig að þetta getur verið alls konar. Nú, síðan kannski annar vinkill á þessu og það náttúrulega líka, þú veist, stakar eða sjálfstæðar eða einstakar mæður sem að velja að fara þessa leið eða samkynja par og já, öll kyn bara. Það ekki alltaf, þú veist, undanfari ekki alltaf, þú veist, það getur verið að það þurfi bara þá einhvers konar hjálp sem kannski meira byggir á félagslegri stöðu. Og þetta náttúrulega svona stór partur í lífinu sem að þú veist, að ná einhvern veginn að raungera hugmyndir sínar hvernig þetta á að vera. Og ég held að það sé bæði búi eitthvað innra með okkur að svona vilja fara út í þetta og svo þetta bara samfélagið allt og svona, þannig að þetta getur verið fólki mjög þungt þegar þetta gengur ekki vel. Hverjir eru þá, þú veist, algengustu orsakir þess bæði hjá körlum og konum, ef við förum bara í bæði, að fólk sko verði ekki þungað, eða að konan verði ekki þungað, að það sé ófrjósemi? Já, sko, það náttúrulega eins og þú segir, það þú veist, ef við tökum bara gagnkynhneigt par, að þá það svolítið gaman að vera kvensjúkdómalæknir, þú veist, frábært að sinna konum, en það líka gaman að við frjósemislæknar fáum tækifæri til að sinna körlum líka. Og sem bara mjög skemmtileg variasjón í vinnunni og verðugt bara að sinna frá báðum hliðum. Og þá það náttúrulega, mér svona kannski ágætt að hugsa þetta þannig að svona 1/4 hluti af þessu kannski þá vandamáli liggur hjá konunni og það algengast að þessi vandamál með egglostruflanir. Það getur verið fleira, það getur verið stífla í eggjaleiðurum eða að þessi bara orðið mjög lítið af eggjum sem tengist oft aldri. Svo 1/4 hjá karlinum og það þá einhvers konar truflanir í myndun sáðfrumnanna. Nú, 1/4 sem mörgum kemur óvart það sem við kallum óútskýrð ófrjósemi. Þá sem sagt erum við par þar sem að við finnum ekkert sem að hjá konunni og finnum ekkert heldur neitt sem að hjá karlinum. En enga síður, þá hafa hlutinir ekkert gengið upp í heilt ár. Og þá það getur þá verið það sé eitthvað undirliggjandi. Já, það mjög mikið, sko. Þetta kemur heldur mjög mörgum óvart. Oft spilar aldur þannig inn í.
að sem sagt bara það er bara eðli okkar sem dýrategundar að frjósemin minnkar með aldrinum og svona misjafnt hversu vel fólk gerir sig grein fyrir því en það getur verið þá svona faktor í þessu en síðan getur það líka verið að sé eitthvað sem að bara læknisfræði í dag kann ekki að skýra eða skilur ekki. Svona eins og maður hefur heyrt með sko streita, hún getur eftir áhrif og áföll og alls konar þannig. Já, þú veist, það er ýmislegt svoleið sem í raun og veru kannski ekki alveg vitað eða þekkt. Það er sýnt fram á að, þú veist, eins og áföll valdi sko bara líffræðilegum breytingum, bara það tóku sér bara breytingar á erfðaefni fólks eftir áföll. Þannig að það er auðvitað alveg líklegt að svona hlutir hafa einhvers konar áhrif og alls konar hlutir í bara lífstíl sem hafa líka áhrif. En síðan getur það líka bara verið að þú veist að frjósemi sé bara, hvað maður að segja, sé einhver vídd í frjóseminni. Við séum ekki öll jafn frjó þó við séum kannski innan eðlilegs ramma. Ég meina fyrir, þú veist, 200 árum síðan þá voru, þú veist, á einhver 10 bæjum í einhverjum dal, þú veist, þá voru 12 börn og öllum bæjunum einum. Þar voru bara 2 eða 1. Já, þú veist. Þannig að það er ekki eins í öllum. En með þessi, sko, þessa óútskýrðu ófrjósemi, mér finnst svo áhugavert það sem maður hefur heyrt bara varðandi, sko, lífsstíl til dæmis og hérna, eitt sem maður hefur heyrt til dæmis bara öll þessi hormónaraskandi efni í umhverfinu. Já. Að þau geti haft áhrif á svo margt og til dæmis frjósemi. Er það eitthvað sem þú hefur heyrt? Já, sko, það eitt stórt sem hefur verið, sko, rætt í því sko, að fjöldi sáðfrumna í sáðláti karla hefur sko farið töluvert lækkandi svona í svona stórum rannsóknum bara á heilbrigðum körlum á síðustu áratugum. Og það er svona ein af kenningunum á bakvið það er lífstílstengt og það þá mengun og þar með talið þessi, alltaf við getum ekki kallað hana mengun, en þú veist, kannski ekki svona í klassískum skilningi mengunar, en líka bara í klassískum skilningi mengunar, bara loftmengun og annað þess að það. Og svona lyfjaiðnaðurinn og svo og þessi efnaiðnaður, þessi hormónaraskandi efni. Það er samt svona, þú veist, þetta er svolítið erfitt að sko sýna fram á að þetta sé eingöngu þetta. Já, en þetta er það sem er svona, já, nákvæmlega. En þetta er eitt af því. Þetta virðist þó ekki ennþá hafa skilað sér í mikilli lækkun sko frjósemi. Okay. Það virðist vera eins og að fjöldi frumnanna sé þó það mikill þrátt fyrir að þeim hafa fækkað, þá er það ennþá það mikið að frjósemin er ennþá bara nokkuð góð. Okay. Þannig að það er svona ákveðin huggun í því, en þetta er náttúrulega mikið áhyggjuefni. Þetta sé svona. Og sömuleiðis annað í þeim dúrum náttúrulega, þú veist, reykingar og það er náttúrulega offita og Hefur þú rannsakað það eitthvað, ekki? Já, ég er líka doktorsritgerði, bara fór alla leið í þessu, bæði undir sérgrein og gerði doktorsverkefni, stórt doktorsverkefni að kíkja á hvaða áhrif það hefði að hjálpa konum með offitu sem voru leiðinni í klasafrjóvgun að fara í gegnum mikla svona þyngdarstjórnunarprógram áður. Og við bárum það semst saman annars vegar að fara í þyngdarstjórnunarprógram og það var 150 konur sem var meiri háttar álag. Já, risarannsókn. Gerum hana bara í bæði Svíþjóð, Danmörku og Íslandi. 9 deildir, þetta er mjög, mjög stórt og bárum það saman þá við aðrar 150 sem fóru bara beint í klasafrjóvgun. En hina léttust? Það léttust 10 kíló að meðaltali á 3 mánuðum. Það er mjög hratt. Við hugsaðum ekki, sko, þú veist, það sem var gert var
á sínum tíma, þetta er kringum 2010. Já. Það sem við gerðum voru að þær fóru á svona, það sem kallað very low calorie diet. Það fóru í raun og veru bara á svona, svona duft sem blandaði bara út í vatn eða heitt eða kalt vatn, en þetta verður svona súpur eða eitthvað svona ávægsta drykkir, eitthvað svoleiðis. Eingöngu það í 3 mánuði. Úff. Þannig að voru rétt kringum 1000 kaloríur á dag. Það er rosalega. Það er rosalegt og það er, þú veist, það er ekki talandi af því að þetta er nú svona heilsufókus, þá er þetta kannski ekki beinlínis hollt. Nei. En þarna var náttúrulega ekki verið að hugsa kannski endilega auðvitað líka vonast til þetta myndi að hafa jákvæð áhrif á heilsuna almennt, en fyrst og fremst var að vera að reyna að horfa á þetta sem ófrjósemis meðferð. Okay. Þannig að þetta var alveg svona, við áttuðum okkur alveg á því að þetta væri ekkert alveg víst að þetta væri eina rétta góða leiðin til þyngdartaps til framtíðar, en við vildum nota þetta sem ófrjósemis meðferðar leið. Ef þetta hefði virkað, þá hefði verið með ykkur aðferð þarna sem hefði getið hjálpað, en það virkaði bara ekki. Virkaði ekki? Nei. Það urðu ekkert fleiri börn í hópi þessara kvenna sem að fóru gegnum þetta prógram, miðað við þær sem fóru beint í meðferðina. En gæti það mögulega verið bara að þetta er ákveðin streituvaldur á líkamann að léttast svona hratt og líkaminn fyrir pínu í svona fight or flight að fá ekki næga orku? Sko... Ég bara hugsa upp á þetta. Já, algjörlega. Það talar við þá sérfræðinga sem að höfðu mikla þekking, gerðum þetta í samvinnu við offitulækna. Og offita fyrir það sem er að hlusta, það er já, það er að við með líkamsþyngdarstöður þá yfir 30. Þar sem að og við vorum með fólk eða konur, það voru þyngd kvennana sem var BMI 30 til 35. Þannig að það var ekkert rosalega breiðu bili. En þessir sérfræðingar sem voru að veita svona offitu meðferðir, þetta var svona fyrir tíma þessara nýju lyfja sem eru komið núna, sem er kallað GLP-1 agonistar, að þá var þetta annarkvort eitthvað svona eða aðgerð. Já. Og við ákváðum að nota þetta og það var einmitt eina vangaveltunum var, en ef við látum það grennast svona hratt og þetta er svona skarpt, hvernig fer það eiginlega með efnaskiptin? Hvernig fer það eiginlega með bólgu og annað þess áttar? Og eina kenningunum hefur verið hvort að losni fituefni, hvort að losni eiturefni úr fitu við hraða grenningu. Og það var eiginlega skoðun þessara sérfræðinga að það var eiginlega akkurat öfugt. Það væri svo mikið bólga fólgin í því að vera í offitu að það að léttast svona mikið myndi líklegast gera öll efnaskipti miklu hagstæðari. Okay. Þannig að við vorum ekki hrætt það. Nei. Okay. Og gerðum alveg skoðanir á því sem að leiddu ekki neitt svoleiðis í ljós. En vorum við búin að fara yfir, þú búin að segja 1/4 var hjá konum? Já, við áttum 1/4 eftir, Já. Og við vorum til í að koma aftur inn á þetta með offituna vegna þess að, Já, við getum aðeins haldið áfram með það bara. Já, af því mér fannst þetta, það var, þetta var mjög áhugavert, þarna, ég var sjálfur búin að taka sjálfa mig svolítið í gegn hana og var bara einhvern veginn svona orðinn svolítið mjúkur þarna rétt þrítugt og hugsaði, þetta er ekki, ég er ekki að lifa, þetta er ekki góð leið að ég verða hraustur 50 maður. Þannig að ég svona breytti mínu lífstíl og fór mikið að hlaupa og svona breytti mataræði og svona, gekk það svo vel og var svolítið svona kannski pínu full of myself þarna, en samt, mér leið bara vel og svona, þannig að ég var rosa mótiveraður að hjálpa þessum hópi sem var að glíma með þessu offitu og maður fór svolítið inn í þetta og ekki bara ég, heldur allur rannsóknarhópurinn með einhverja svona hugmynd það, þarna værum við með leið til þess að bjarga þessu fólki. Og svo förum við í þetta, það tók alveg 6-7 ár að framkvæma þessa rannsókn, það er risa rannsókn.
og svo koma niðurstöðnar í ljós og kemur bara í ljós að þetta ekkert að hjálpa. Við erum búin að leggja þarna á einhvern hóp 150 manns að grenna sig í 3-4 mánuði, bíða með að reyna við þungun fram að því, svo þegar komið að því að reyna við þunguna þá árangurinn ekkert betri. Þannig raun og veru erum við bara búin að tefja stóran hóp. Var einhver munur eða var bara ekki marktækur munur? Það var bara ekki marktækur munur og þess vegna getur maður ekki sagt að það sé neitt munur. Þannig að, og það sem er áhugavert er að þetta viðhorf var ríkjandi viðhorfið. Það var bara, nei, ef þú vilt komast í meðferð við ófrjósemi, þá verður þú að létta þig. Já, maður hefur heyrt þetta. Já. Og þannig að við vorum raun og veru bara svona setja það í eitthvað svona ramma. Og síðan maður búinn að þessu og þá sér maður það bara, býtu, nei, það var ekki munur. Við vorum í raun og veru bara að tefja og á sama tíma komu fleiri greinar eða fleiri svona risastórar rannsóknir líka sem sögðu bara nákvæmlega sama. Og þá allt í einu þurfti maður að horfa í spegil og hugsa með sig, býtu, var ég kannski bara eitthvað fordómafullur og hélt að þetta var bara að gefa mér einhver ákveðna hluti. Og mér fannst það svona mjög áhugavert að þarna var hópur fólks sem búið að ákveða að þurfa að grenna sig til þess að fá að fara í glasafrjóvgunarmeðferð. Og þetta er bara hort á þetta sem einhver staðreynd og síðan þegar þú skoðar það, þá kemstu að því að þetta að gefa sér þetta er bara ekki rétt. Og það sem er merkilegt er að eftir þetta, að þá lifir það, eftir þessar niðurstöður koma fram, þá lifir það áfram. Víða til dæmis í Svíþjóð, þar sem ég gerði þessar rannsókn, og að þá lifir þetta áfram að það eigi að létta sig. Já. Við breyttum þessu, við töluðum við fæðingarlæknana hérna á Íslandi, já. Við töluðum við fæðingarlæknana og það var alveg mjög strikt grensa með BMI 35 hérna mjög lengi. Að það mætti það ekki mætti bara ekki komið meðferð. Og eftir ég kom heim og kláraði þessa rannsókn og svona, þá bara breyttum við þessu og við sagðum bara, býtu, ofita er bara sjúkdómur, eins og allir aðrir sjúkdómar. Og ef að þú ert með offitu sem sjúkdóm, þá horfum við bara það. Býtu, hvert er vandamálið, hvað er þetta að gera í því? Reynum að gera hlutina eins góð og þeir geta verið og gerum það sem er líklegt til að bæta heilsu einstaklingsins, til að minnka hættu á einhverjum fylgikvillum í þungun og auka líkur í frjósemi og veitum svo meðferðina. Ef að það er ekki einhver stórkostlega hætta fyrir konuna eða hið ófædda barn. Og það bara, fæðingarlæknarnir á Landspítalanum voru bara sammála þessu, þannig við áttum bara gott samtal og tölum saman þegar það þarf. Og ég held að þetta sé ekkert algengt, til dæmis á Norðurlöndunum. Það lifir ennþá þetta sem ég var að segja, þetta sem er svona held ég svolítið byggt á fordómum og sem því miður, bara uppgötuð það, miklu fitufordómar í gangi. En er það samt algengara að konur sem eru með sjúkdóminn offitu eigi við ófrjósemi, glími við ófrjósemi? Já. Það má líka alveg bara horfast í augu við hlutina eins og þeir eru, að það að vera með offitu eykur hættu á ófrjósemi, það eykur hættu á fylgikvillum í meðgöngu og fæðingu og auðvitað er þetta óheilsusamlegt fyrir heilsu þessa einstaklings til framtíðar. Það er engin spurning, en það að pressa þessa mannesku í einhvers konar þyngdartap, allavega með þessari aðferð er það ekki líklegt til þess að bæta árangur í ófrjósemismeðferð eða minnka líkur á fylgikvillum meðgöngu og fæðingu. Þannig að þá eigum við ekki að vera að gera það. En karlmenn sem eru sjúkdóma offitu, er einhver tenging þar á milli ófrjósemi? Já, það er það, algjörlega, og það er lækkuð sæðisframleiðsla samfara offitu. Það er í fituvef er framleitt fullt af hormónum, fullt af bólguefnum sem að hafa neikvæð áhrif
Þetta er það misjafnt, þú veist, allir sem er BMI 33 er ekki allir eins. Það er fullt af fólki sem er svona bara tiltölulega hraust og þú getur líka verið alveg bara, offitan getur farið illa með þína heilsu og en svona yfir það stóra heila þá er það auðvitað ekki gott, sko. Nei, en þetta er svona, mér finnst þetta mikill lærdómur að svona að einhvern veginn sjá hvernig bara fyrsta lagi skynja það sjálfur að breyta svona sýn á eitthvað heilsufarsvandamál og líka horfa á hvað það tekur langan tíma að breyta viðhorfi til heilsufarsvandamála. Og svo verður náttúrulega mjög sko, áhugavert að sjá hvernig þessi nýju þyngdarstjórnunarlyf hafa áhrif á frjósemi. Það er alveg vel hugsanlegt að það verði bara svona sterkur hlutur í meðferð við ófrjósemi þegar er að ræða offitu, eins og til dæmis í vandamáli sem heitir PCOS, þar sem að sem veldur oft offitu og þess að það losna ekki egg. Er það fjölblöðru? Fjölblöðru, eggjastokka heilkenni, þetta er erfitt orð, sko, erfitt nafn. Þar er grenning oft, það að grennast kemur oft egglosunum á stað og leysir bara vandamálið. En það bara, vandamálið er bara svo erfitt að grennast. Þannig að ef að þessi þyngdarstjórnunarlyf reynast vel til framtíðar, að þá er það mjög trúlegt að það verði hægt að nota það til að hjálpa. Við kannski, við getum alltaf komið aftur á þessu ef við mást eftir einhverju fleiru. Auðvitað. En ef við klárum ég er spennt að vita hvað þessi 1/4 sem er eftir en fara svo kannski líka í úrræðin. Hvað er svo hægt að gera þegar fólk hefur verið greint með ófrjósemi. Algjörlega. Nei, maður segir kannski að síðasti fjórðungurinn sem það er eitthvað blanda. Það verður kannski bara báðir. Bara þau passa ekki saman eða eitthvað. Ég fæ oft þessu spurningu. Bara pössum við bara ekki saman? Nei, það er nú ekki. Nei, þá er það kannski bara, það er frekar lítil sæðisframleiðsla og ykkur egglos-vandamál. Kannski, það er eitthvað hjá báðum aðilum. En það er svona, ófrjósemi hefur verið svolítið svona, hefur verið á höndum kvensjúkdómalækna og þannig að konan sem verður þunguð, þannig að það hefur verið svolítið, fókusin hefur verið svolítið á konuna og bara eðlilega. En það er svona ótrúlega, maður hugsa stundum það, svona furðulega lítið vitað hvað hægt er að gera við sáðfrumur og hvaða vandamáli hjá þeim og það er svona áhugavert og við munum örugglega skapast mikil þekking á næstu árum það. En svo finnst manni líka einhvern veginn sko eins og þessi pínu svona tabú, fólk svona skammast sín fyrir. Kannski búið að reyna eignast börn og getur það ekki. Finnst þeim þá kannski erfitt að leita aðstoðar eða? Það er náttúrulega stór hluti fólks sem að á við svona vandamálastríða sem að dregur það. Ég held að þetta sé náttúrulega bara að þetta einhvern veginn snertir bara kvikuna í fólki. Það er náttúrulega, fyrst og lagi, þarf einhvern veginn að þú veist, þetta er svo sárt, þetta er svo erfið tilhugsun, hvað ef þetta gengur ekki? Svo þarftu líka sömuleiðis að fara að hleypa fólki svona, eða hleypa einhverjum fagmönnum svona innan gæsalappi inn í svefnherbergið þitt og inn í þínar kannski nánustu stundir. Þú veist, ekki bókstaflega þetta heldur bara inn í þann þangagang allan og það er ekkert auðvelt, sko. Og svo held ég sé bara svona mikil hræðsla bara það er svo vond tilhugsun ef þetta er eitthvað stórt og erfitt vandamál sem á erfitt með að leysast. Svo er það kannski líka að aðal meðferðin við ófrjósemi sem er svona glasafrjóvgun að hún er svona held í huga margra svolítið stór og mikil. Ég svona eyði töluverðu púðri þegar það liggur fyrir hjá fólki að fara í eitthvað svoleiðis, þá eyði ég töluverðu púðri svona afdramatísera það vegna þess að
svona flestir sjúklingar mínir upplifa glasafrjóvgunarmeðferðina sjálfa ekki sem eitthvað stórkostlegt vandamál. Það er svona annars vegar þarf að sprauta sig með hormónum sem að fólki finnst erfitt til að sprauta sig og svo svona eitthvað svona hugmynd í gangi það að ef að þú ert að tala hormón og auka hormón hjá konu að þá eru margir sem halda að það muni þýða eitthvað ægilegt tilfinningarlegt rót. Mikil áhrif á heilsu konunnar, andlega. Já, en það er ekki með þessum hormónum það ekki reynslan. Okay. En það svona fyrirfram hugmynd eitthvað svoleiðis. Þannig að það fyrir alveg svona, það maður útskýri fyrir fólki, það er venjulega ekki eitt vandamál. Og hitt svokölluð eggheimta, þar sem þarf að sækja egg í eggjastokana með svona ómtæki og nál og það náttúrulega, þú veist, eðlilega verður fólk stressað þegar maður segir að ég stinga í eggjastokana. En það er líka ótrúlega mikið minna mál en fólk heldur. Við spyrjum sjúklingana okkar og þá segja 9 af 10 segja bara að þetta var allt í lagi. Ég get alveg gert þetta er ekkert mál. Það sem er erfitt fyrir fólki þetta andlega. Akkurat sem ég ætla að þurfa að endurtaka af því að árangur meðferðarna kannski ekki eins mikil eins og fólk heldur. Það er að fara oft. Já, þetta endurtaka, þetta takast á við neikvæða niðurstöður, eyða miklum tíma í þetta, mikill í orku. Fjármunum. Já, heldur betur. Og þannig að allt samanlagt, þá verður þetta svo stórt. Þannig að þetta andlega, það stóri erfiði hlutin. Ég held að svona, þeir sem að eiga, það sem að þurfa að fara í endurtekna meðferðir orðnir lúnir, að ef ég gæti sagt við slíka mannesku að þú ætti að vera 2 eggheimtur og 4 uppsetningar á fósturvísum og þá kemur barnið, þá myndi sú manneski segja, ok, ekkert mál. En af því hún veit ekkert hvort að það muni ganga eða ekki, að þá þetta mjög svona þungt andlega, sko. En ef við bökkum aðeins, sko, hvert fyrst skrefið bara ef einhvern grunar að þið sé að glíma við ófrjósemi? Já, sko, ég held svona það sem að mér finnst áhugavert svona fyrir samfélagið í dag að það að það sé einhvers konar, það sem mér finnst erfitt að sjá sem fagmaður, það þegar ég að fá fólk til mín sem að fer svo seint af stað í barneignir að aldurinn farið að verða vandamál og fer af stað á þeim tímum sem það fer af stað, sem of seint, eða getur verið of seint, án þess að vera meðvitað að það sé að verða of seint. Af því að líffræðilegir þættir þá fyrir það að hafa áhrif. Já, og það af því að það bara, þetta verður ekki algengt, en að þá bara átti fólk sig ekki á því að hvaða áhrif aldurinn hefur á frjósemina. Og hvenær erum við sem frjóst? Þannig að mér finnst svona, þú veist, maður tala, sko, þú veist, nú sitjum við hérna til dæmis í menntaskóla og hérna, ég held við séum alveg dálítið góð í því að kenna ungu fólki hvernig á ekki eignast börn. Bara mjög góð í því. Og bara menntaskóla nemendur bara vita, held ég bara mjög vel allt það. En það sem þau vita kannski ekki, að það býta hvaða ramma hafa þau. Og ég veit ekki alveg, ég held að menntaskóli geti alveg verið ágætt staði fyrir það eða strax eftir menntaskóla eða eitthvað svona inn í almenningsumræðu eða eitthvað svoleiðis. En sko ég seti þetta oft svona upp þegar ég spurði þetta, þá segi ég, vertu komin að stað með barneignir fyrir 30 og nú ég tala aldur konunnar. Hugsaðu með þér að við 35 ára aldur sértu komið með þann fjölda barna sem að maður sáttur við. Og svo alla barneignir eftir 35 og fram að 40 bónus og ekki reikna með því að það gangi að eignast barn eftir 40. Ég er kennari við læknadeild, þannig ég kenni að læknanemum
á hverjum stórum hóp á hverjum vetri og ég segi þeim alltaf frá einnig svona mjög áhugaverðri rannsókn og þetta fólk á aldrinum svona 23 til 30, þannig að þetta að hugsa þessa hluti. Og sú rannsókn, hún segir, hún svona skoðar það hvenær þarftu að byrja að reyna að eignast barn ef að þú vilt eiga 90% líkur á því að þau verði 3. Ok, 3 kannski svolítið mikið og 90% líkur er alltaf góðar líkur. En ef að þú vilt gera þetta, þú ætlar ekki að nýta þér svona læknisfræðina, svona glasafrjóvgun til dæmis, þá ætlar að byrja 23 ára. Fólki finnst það mjög ungt í dag. dag. Það er mjög ungt í dag að hugsa til þess. Ég var 24 því ég átti mitt fyrsta barn. Já, en það er bara sko 1971 þá var meðalaldur kvenna þegar eignust sitt fyrsta barn 21 árs. Já, það búið að hækka. Í dag er það 29 ára. 29 ára? Þannig að það breyst mjög mikið. Og þessi rannsókn, hún segir 23 ára, þú ætlar ekki að nýta þér glasafrjóvgun. En ef þú ætlar ef þú til í að nýta þér glasafrjóvgun, þá er lagi að byrja 28 ára. Þannig að á þessu bili, eða rosalega góða líkur á að barnið verði 3, þá er að byrja milli 23 og 28 ára. Og þetta svona, það verður allt svona smá svona, það fölna nokkur andlit þarna í hópnum í kennslunni. Ég sé þetta aðeins í ungbarnasundina þegar nú er ég búin að kenna sko í 19 ár. Ég hef nú ekki tekið eftir mikilli breytingu á þessu 19 árum þannig, en ég er samt farin að taka eftir að það er dreifðara. Ég bæði að fá mikið eldri mæður og aftur yngri mæður sem ég var ekki búin að sjá í langan tíma. Já, þetta er áhugavert sko vegna þess að ég er svona að vera að pæla í þessu sko, þú veist, það að byrja barneignir á þessum aldri er farið að verða svona víkja frá norminu. Og þú veist, það eru þetta bara ástæðurnar fyrir því er eitthvað svona, er eitthvað samfélagslegar. Maður þarf að klára þetta og svo þarf maður að finna vinnu. Ertu að meina það? Já, algjörlega. Kaupa sér íbúð og allt þetta áður, sem er alveg skiljanlegt og maður fattar það alveg, sko. En þá er það samt áhugavert, sko, að því einhver tíma þarft að taka þér pásu ef ætlar að eignast börn. Og af hverju er það betra að gera það þegar þú ert komin með allt þetta? Já, það er þá væntanlega vegna þess að samfélagið er búið að gera það einhvern veginn hagstæðara eða þú kemst lengra ef þú gerir það einhvern veginn. Allan að samfélagið er búið að búa til eitthvað svona mynstur, meðvitað og ómeðvitað, Og mér finnst þetta áhugavert taka til samanburðar. Eins og til dæmis bara, ef við tölum út frá konum, að því miður að það hefur ekki ennþá tekist að fá kallana eins mikið inn í það að taka sér þessar sömpásur, þó það fara nú batnandi. Þetta mennir það bara fæðingarorlof? Já, bara fæðingarorlof og þú veist hvað áhrif yfir það á karriér og verðmætamyndun og annað þess áttar. Að þá eru einhvern veginn búin að búa til eitthvað svona kerfi þar sem að hindra konur svolítið í að byrja á þessu snemma eða fjölskyldur. Og það er svolítið svona eins og að nú er Evrópumóti í fótbolta í gangi. Og það er svolítið eins og ef það var einhver ung kona sem var æðislega flink í fótbolta, að maður myndi segja við hana, ekki reyna að komast í landsliði fyrir en þú ert búin að mennta þig, búin að kaupa íbúð, komin í fasta vinnu, búin að kaupa bíl. Þannig að byrjaðu að reyna full force að komast í landsliði í fótbolta þegar þú ert 30 árs. Það fatt allir að það er ekki góð hugmynd. Þannig að það er ágætið samlíking til að skilja þetta. Já, þú veist, þannig að við erum svona búin að ýta hugmyndin að nýta frjóseminu sína frá því að nýta hana þegar hún er best. Sem er svolítið áhugavert, sko. Ekkert meðvitað á bak við það. En sko þeir sem eru núna, þú veist, maður getur ekki yngt sig. Nei. Þú veist, það er líffræðilegt sem við getum ekki snúið við, þó að það sé hægt að nota þyngdarstjórnarlið til að léttast og auka líkur á frjósemi. En þeir sem eru bara konur sem eru komnar yfir 40 og eru glíma við ófrjósemi, hvað er hægt að gera? Það er glasafrjóvgun og það er... Já, þú spurðir svona hvert er fyrsta skrefið og svona spurðir á hann. Sko, ég held að, sko,
ég að vinna á deild sem heitir Lífjó og við erum svona sérfræðingar í ófrjósemi og ég held að við séum svona sterkt tengd við glasafrjóvgana meðferðir, bara skiljanlega. En þú veist, það líka alveg hægt að koma til okkar og á heilsugæslunni örugglega og segja bara, ég er bara að spá í frjósemi, ekkert maður að leiðinni, kannski ætla maður að gera eitthvað spöld strax eða kannski ætla maður að gera meðferð en eitt svoleiðis en maður vil bara láta tjekka. Og þetta sjáum við svona aðeins oftar núna og mjög ánægilegt að sjá að við erum miklu oftar að sjá kalla sem koma, sem bara, maður sá eiginlega aldrei hérna áður. Og það er bara þá eitthvað par svona byrja að pæla í þessu og alveg þá fer hún kannski þekkir einhvern og er hérna í sambandi við einhvern kvensjúkdómalækni og fer og lætur skoða sín mál þar eða kemur til okkar. Og þá koma þeir oft til okkar og segja bara, við erum bara að pæla í þessu og ég vil bara láta að tjekka á mínum málum. Og það er bara mjög flott og þá gefst þeim eitt tækifæri til þess að fara yfir svona alls konar hluti eins og við erum að tala núna svona áhrif aldurs og svona hvað þarf maður að hafa í huga og hvað er eðlilegt. Til dæmis að þegar fólk er að reyna sjálft, þá tíðni þungana þegar hún sem best. Það svona 20–25%. Það svona, eða með öðrum orðum, þá það 1 af 4 til 5 pörum sem kemur að stað þungun í hvernig tíðarhring. Þegar við erum að tala kannski fólk á milli 20 og 30. Og þá það sjaldnar ef maður komin yfir 30. En með kallmenn, þeir ekki frjóir mikið lengur en hvað? Jú, það svona þumalputtareglan það hvenær frjósemi fyrir að verða svolítið svona skert af völdum aldurs að það miða við svona 35 ára aldur hjá konum og hún fyrir að fara hratt niður eftir 35 ára. Hjá körlum þetta miða við 45 ára og hún fyrir mun hægar niður. En eftir 45 ára þá fara sjást færri þunganir, fleiri fósturlát og getur líka haft áhrif á meðfædda sjúkdóma barnanna. Þó það sé sjaldgæft og að þá hefur það verið tengt við einhverja svona sjúkdóma. Þannig jú, aldurinn hefur áhrif á okkur öll. En sko að því að ég svo mikið alltaf að velta fyrir mér heilsu og þetta hlaðvarp hefur tekið fyrir bara ótrúlegustu þætti heilsu. Bara allt frá sko fjárhagslegri heilsu, breytingaskeið, kynlífheilsu og þetta tengist náttúrulega sumt líka inn í þetta allt sem við erum að tala í dag. Algjörlega. En sko kannski bara svona forvitnilegt, hvað heilsa fyrir þér? Ég spyr alla sem koma til mig. Já, einmitt, akkurat. Þú segir að heilsuhlaðvarpið hafi farið út víða öllu sem kannski endurspeglar þetta hugtak, heilsa. Að heilsa svona einhvers konar ástand. Þegar þú veist, góð heilsa, slæm heilsa og svo framvegis. En ég svona fyrir mér það einhvers konar auðvitað, þú veist, ég náttúrulega læknir og svona þannig ég tengi mikið við þetta líkamlega. En mér finnst það ekki svona eingöngu bara líkamlegt, en auðvitað það bara sem sagt ástandið sem þú ert í og mér finnst það náttúrulega hafa mikið að gera með þetta líkamlega en það minnst að líka hafa með svona andlega líðan sem að endurspeglast líka oft í svona félagslegri stöðu og félagslegum aðstæðum. Ég veit ekki hvort maður getur að tala félagslega heilsu og sú heilsa eða ástand líka mjög háð fjárhag og og heilsan getur náttúrulega verið og mér finnst þetta allt einhvern veginn svona eitthvað þetta jafnvægið í þessu öllu saman finnst mér stjórna því hvort að heilsa góð eða ekki og mér finnst svona þú veist ef ég hugsa kannski ef ég sjálfur væri að leita að einhvers konar fullkomnun hvað væri það þá held ég myndi alltaf sjálfur leita því að gera rosa margar hluti sem mér væri mikilvægir eins vel og ég geti ég myndi miklu frekar vilja gera það heldur en að verða heimsmeistari í einhverju einu
bara alls ekki frambærilegur í öllu hinu. Þannig að ég minnst það eins með heilsu, það er eitthvað svona, það þarf alltaf að vera yfir good enough, sko, og helst gott, miklu frekar heldur en eitthvað eitt frábært. Svolítið eins og, ég sé stundum, kemur fyrir að maður sé svona afreksíþróttafólk, glíma með vandamál tengt ófrjósemi, sem er einhvern veginn kannski í huga sumra ímynd hristinnar. En það er samt, þá er kannski, þá er það að ýta einhverjum einum þætti svona langt, hefur kannski neikvæð áhrif á aðra. Þannig ég sé þetta meira sem svona jafnvægi. Það hefur einmitt alveg komið fram í nokkrum viðtölum hérna hvað afreksíþróttir eru raun og veru ekki hollar. Þú veist, að heilsunar vegna það, þú ert að fórna heilsunni á ákveðnum sviðum fyrir önnur svið. Og það er bara, ef þú ætlar að ná svona langt í einhverju, þá kostar það oft eitthvað. Frábært fyrir samfélagið að fólk hafi þetta drive og þú veist að við séum ekki öll eins og hérna vil ekki allir vera rúmlega meðaltalið og setja sig við það heldur. En það er bara frábært að þessi svona, hvað maður segja, þetta drive og þessi karaktereinkenni sé til staðar líka. En hvernig sérðu þá, hvernig hefur, þú veist, almenn heilsa áhrif á frjósemi, bæði hjá körlum og konum? Já, sko... bæði þá góð heilsa og líka slæm heilsa. Já, sko, það er náttúrulega svona, fólk spyr mig oft þegar að einhver vandamál er komin upp og það er svona, hvað get ég gert? Og það er, þú veist, það er svona vandamál eins og sem ég held að fólk sé mjög vel meðvitað að hafi neikvæð áhrif eins og, þú veist, reykingar og auðvitað einhvers konar, hvað maður að segja, auðvitað fíkniefni og mikil áfengisneysla og allt svoleiðis. Ég held að fólk fatti nú að það sé eitthvað sem er neikvætt. Þetta þarf maður að benda fólki á. Það er sýnilegt. Já. Nú síðan er það offita. Þar er aftur á móti vandamálið að það er svo erfitt að eiga við það. Það tekur svo langan tíma og á sama tíma er kannski frjóseminleiðinni niður. Þannig að það er svona... Þannig hækkandi aldrei. Já. Þannig að það er svona, auðvitað ég er ekki að segja að maður ég hef svona kannski einbeitt mér að því að segja við fólk, þú veist, reyndu að stoppa það að þyngjast, reyndu að vera heilbrigð útgáfa sjálfriði, reyndu að stunda hreyfingu, reyndu að gæta að mataræði og þannig vera bara hraustur innan þess ramma sem þú hefur. Þetta er svona áberandi hlutir. Síðan sjáum við náttúrulega svona hluti eins og að vera nota svona vöðvaaukandi stera. Það er bara stöðvar mjög oft sæðisframleiðslu sem betur fer tímabundið en hún getur oft verið mjög lengi í gang aftur. Og við hitt alveg reglulega menn sem vita ekki af því. Bæði einhverja sem að eru með lág karlhormón og þurfa uppbót og sömuleiðis þá sem gera þetta meira fyrir útlit og eða styrk eða til þess að ná einhverjum auknum árangri. Þetta eru svona hlutir. Síðan er það náttúrulega bara svona óheilbrigðir lifnaðarhættir almennt. Það hefur verið sýnt fram á það að svona borða drasl og það hefur ekki verið sýnt fram á svona ein tegund af mataræði sé betri en önnur. Ég fæ oft þessa spurningu. Það hefur verið svona miðað við þetta Miðjarðarhafsmataræði sem er svona það er svona það sem maður mælir með, svona það sem stendur á heimasíðu Landlæknisembættisins. En til dæmis eins og því að nú er talað að vestrænt mataræði sé orðið, þú veist, hafi svo neikvæð áhrif á heilsu. Já.
ófrjósemi meiri í vestrænum löndum en til dæmis í bara, hvað kallar maður? Öðrum hlutum heimsins bara, já. Sko ég ætla að segja erfitt að fá svona skýr svör við því, sko, nei, ég myndi ekki halda það, sko, og það, sko, ég held að það er svo margt sem spilar inn í, þarna erum við þá kannski komin, ég meina, hvernig til dæmis mengun í stórborgum Suðaustur-Asíu, ekki þá hann sé frábær alls staðar í Evrópu sem betur fyrir, kannski búið við ágætar aðstæður, hvað það var þar. Líka bara heilbrigðiskerfi kannski ekki eins Já, gott þar algjörlega, þannig að það getur sums staðar, sko, en þannig ég held að ég er erfitt með að svara því, en það er ekki svona eitthvað alveg skýrt í því. Aðgangur að aðstoð við ófrjósemisvandamálum er náttúrulega bara alls ekki alls staðar góður, sko. Og það er bara, held ég, teljandi á fingrum annarra handa, skilurðu, fjöldi glasafrjóvgunardeilda bara í risastórum hlutum Afríku til dæmis. Það er bara örfáar, þannig að þetta er svolítið svona mjög misskipt. En mataræði kannski eitt og sér, ég held að það sé kannski erfitt að skella skuldinni á það ef þú fylgir þessu miðjarðarhafsmataræði. En já, að borða drasl, þú veist, og fylgja því ekki, það hefur hikstalaust neikvæð áhrif. Líka sko þegar þú talar áðan andlega heilsu, ég er endilega til að fara kannski aðeins á eftir í sko hvert fólk á að leita ef að það er komið þangað, búið að reyna lengi og leggst á sálina. En hin hliðin, ef þú ert sko illa andlega komin áður þann fyrir að reyna eignast börn, getur það líka haft neikvæð áhrif? Sko, það hefur mikið skoðað, sem sagt, þetta er mjög algeng svona hugmynd og ég held að þetta sé eitt af því sem að fólk sem er að reyna að eignast börn, þetta er eitt af því sem að það heyrir frá fólki, eitthvað svona hugmynd í gangi í samfélaginu það ef maður slakar bara á, þá komi barnið. Maður hefur oft heyrt þetta ef fólk ætliði barn og það verður Já, svona anekdótur eins og þetta er kallað, að sem sagt að sko þetta er ekki satt, bara nummer 1 og náttúrulega mjög sárt og erfitt fyrir fólk að heyra eins og það sé eins og það hafi ekki reynt að slaka á og ég meina ef það væri þannig þá væri við að bjóða upp á jóganámskeið þannig að eða einhverja djúpslökun eða eitthvað til þess að auka líkurnar og við erum ekki að bjóða upp á það og það er náttúrulega bara út af því að þetta virkar ekki. Það er mikið verið reynt að skoða hvað er streita að hafa áhrif á þetta, er hægt að meðhöndla streitu einhvern veginn þannig að niðurstöður verið betri og það hefur ekki tekist. Ég held að sé kannski samt ekkert endilega svo einfalt að það sé ekkert samband þarna á milli. En það er kannski ekki eins stórt og mikið og fólk heldur. Það er náttúrulega þannig að það verða þunganir í mjög erfiðum aðstæðum svona, sem þar sem fólk er undir miklu álagi, það verða samt alveg þunganir. Þannig að það virðist nú vera svona svo líkamsstarfsemin haldi nú alveg áfram en sko það er aftur á móti getur verið dálítið mikið langhlaup að reyna eignast barn þegar illa gengur bæði á heimavelli og ef maður þarf aðstoð þá þá getur það haldið áfram. Og það er svona einhvern veginn að þola við í því ástandi getur verið mjög mikið challenge og þar held ég að þessi andlega hlið komi miklu meira inn sko.
og þetta getur mikið álag á sambandi líka. Algjörlega. Og samband við aðra. Þú veist, ef maður fær að heyra endurtekið, já, akkur slagið ekki bara á og einmitt þetta, sko, já, ég veit eitt par sem ættleiddi barn og þá bara kom þetta allt saman, bara losnaði stíflan eða ég veit ekki, skilur hvað fólk hugmynd, það erfitt að heyra svona og þú heyrir, ef þú ferð út með það, þetta sé vandamál sem er verið að glíma við það, þá fær maður að heyra alls konar svona. Þetta fólk yfirleitt að meina vel, en það eru svo margar svona hugmyndir í gangi sem held ég mjög erfitt að díla við verandi í þessari erfiðu stöðu, sko. Og maður hefur líka heyrt að, þú veist, fólk svo mikið búið að reyna svo lengi að, þú veist, það ekki lengur að stunda kynlífsánægjunnar vegna, heldur bara til þess að eignast barn og það líka ákveðin neikvæð áhrif á sambandið. Já, algjörlega, sko, það verður svona pressa, það svona, þú veist, það einhvern veginn þessi skylda eða hvað maður segja, þetta verði eitthvað, breytist í eitthvað Excel-skjal, það náttúrulega tekur rosalega sjarmann af þessu öllu saman og það, við höfum alveg þurft að þú veist hvað maður segja, stundum er fólk því bara fegið að fá þess að losna undan þeirri skyldu og maður hvetur oft fólk svona til þess að einmitt að bara svona þess að slaka og svona rifja upp af hverju maður fór nú eiginlega af stað í þetta. Sem að svona, en þetta, já, þannig þetta mikið álag. Er alltaf alltaf reynt fyrst að kemta á svoklæðisfrjóvgun eða er það bara rosa misjafnt? Já, þetta sem sagt, sko, það fyrir auðvitað eftir vandamálunum. Stundum eins og til dæmis ef það egglossvandamál, þá er hægt með einhverjum töflum eða jafnvel ef það tekst að grennast aðeins eða sprautumeðferð að koma af stað egglossum og þá leysast vandamálin bara sjálfu sér heima. Nú stundum ef að vandamáli liggur í því að það sé ekki sæði til staðar, hvort sem það er þá maki til staðar eða ekki, að þá snýst það bara stundum það að koma sæði upp í leg bara á réttum tíma og þetta svona þannig séð einfalt og bara ég gefur yfirleitt góða raun en síðan þegar það komið út í glasafrjóvganir að þá er það gengur þó út að láta eggjastokkana búa til fullt af eggjum sækja þá í þessari svokölluðu eggheimtu og leyfa þeim að hitta sáðfrumur á rannsóknastofu. Það er alltaf saman. Já, það fyrir saman. Og þá svona annars vegar gengur sú meðferð út á það að leyfa frumum að hittast sem kannski hafi ekki haft tækifæri til þess eða örugglega hafi ekki haft tækifæri til þess og hins vegar gengur þetta út á það að skapa mun fleiri tækifæri heldur en hægt hefði verið svona undir náttúrulegum kringumstæðum. Er alltaf bara settur upp einn fósturvísi svo að því maður heyrði að það urðu svo oft tvíburar? Já, algjörlega. Það er svona bara þangað til bara fyrir ekkert svo löngu síðan að þá var það víða standard að setja upp tvo eða jafnvel 3 fósturvísa og það byggði á því að þá voru bara tæknin og getan og kunnáttan þannig að fósturvísar sem urðu til höfðu lægri möguleika á að verða barni heldur en í dag. Okay. Og svo var líka, ef þú varst með fósturvísa þá var annaðhvort að nota á núna eða ekki. En í dag þá getum við annaðhvort nota á núna eða láta þau fristi. Ég hef heyrt það, minnst það ótrúlegt. Já, það er dálítið svona brjáluð hugmynd að það sé bara hægt að frista líf og þýða það aftur. Hvernig virkar það? Hvernig er það bara hægt? Já, það er góð spurning. Þetta er náttúrulega rosalega mikil tækni og þú veist, þetta byrjaði allt saman þannig að flestir aðgang á Netflix, flott mynd þetta sem heitir Joy á Netflix, hvernig þetta byrjaði allt saman og það var alveg galin hugmynd, þú veist, á sínum tíma að vera að búa til manneskjur á tilraunastofu. Þetta var
bara alveg ruglað, sko. Klóni Klint mann í fyrstu, í gamla. En þessi, sem sagt, fyrsta, manneskjan sem var til svona, hún fædd 1978, þetta ekkert svo langt síðan. Ég hef bara staðið við hliðina á þeirri manneskju og svolítið fríkað bara, bara, heyrðu, þú ert bara fyrsta manneskja svona í heiminum, það var mjög áhugavert. En allavega að þessi tækni, henni hefur náttúrulega fleygt fram og gerist mjög hratt og fyrir nokkrum árum síðan að þá var þessi frystitækni miklu betri, en það sem sagt, það virðist vera sem sagt að þegar að frumur þola bara að fara í frost, ef að sko vökvinn þenst ekki alltof mikið út og þannig sprengir líffæri eða frumuhimnur og það myndast ekki mikið af kristöllum. Þannig að ef að það sem gert að þessar frumur eða frumuþyrpingar sem heita fósturvísar eru þá böðuð upp úr vökvum þannig að vatn fer út og vökvi sem þá með svona sykrum í og seigfljótandi sem sem þenst þá síður út og kristallast síður fer inn í staðinn. Og þá hægt að láta það frysti án þess að þetta verði þessi þensla á kristallmyndun og þá eyðileggjast ekki þessi frumulíffæri og frumuhimnan. Og hvað þetta geymið í mörg ár? Það veit það enginn alveg nákvæmlega upp á hár hversu lengi. En það til börn sem hafa orðið til eftir að hafa verið í frysti yfir 20 ár, ekki á Íslandi, heldur úti í heimi. Wow. Og löggjafinn eða semst, ráðherra og þingmenn tóku ákvörðun það fyrir ekkert svo löngu síðan að mætti geyma fósturvísi í 35 ár og kynfrumur í 50 ár, egg og sæði semst. Þannig að það mjög langt. Wow. En við gerum nú enga meðferðir á lífi og eftir að kona orðin 49 ára. Okay. Það svona, lögin segja að það eigi að vera innan frjósemis skeiðs. Þetta er aldrei svona, þetta er mikil tækni og það gerist margt í þessu og þarf að fylgjast vel með því sem í gangi. Ég rækka í nokkra punkta sem ég hafði skrifað þegar vorum aðeins að tala mataræði. Já. Ég er nýbúin að hlusta á einhvers staðar þar sem að ef að sko skjaldkirtillinn er annarkvort ofvirkur eða vanvirkur, að það getur haft áhrif á frjósemi. Já. Er það, athugið þá til dæmis blóðprufur þegar fólk kemur til ykkar ef það er óútskýrt eða? Já, við gerum það og eitt af því sem við prófum hjá öllum einmitt út af þessu er skjaldkirtilsstarfsemi og ekki bara að það geti haft áhrif á frjósemi, heldur það líka mikilvægt að skjaldkirtilsstarfsemi sé góð þegar kona verður þungluð fyrir þroska fóstursins. Og þannig að við erum þá að hitta fólk áður en þungun kemur á stað og þá viljum við vita það, þannig að ástandið við þungun getur orðið eins gott og það getur verið. En það er rétt að svona skjaldkirtilsvandamál, bæði of og vanvirkni, getur valdið truflunum í aðallega tíðahringnum og þannig að það er mikilvægt að fylgjast með því og skoða það. Oft ef að það er miklar truflanir í því þá er það nú oft samfara finnur einstaklingunum fyrir því á einhvern annan hátt. Hann upplifir sig veikan og er þá oftast búinn að leita sér aðstoðar út af því annars staðar. Það er sjaldan sem uppgötum ykkur svona stórkostleg svona vandamál. Við uppgötum það stundum að það geti verið eitthvað svona í uppsiglingu, að þetta er tiltölulega algengt, tiltölulega sérstaklega vanstarfsemi. Þannig að þá svona uppgötum maður kannski eitthvað sem að ef það hefði ekki verið skoðað þá hefði það kannski komið fram eftir 5 til 10 ár, erfitt að segja. En þetta líka svolítið í fjölskyldum líka. En er eitthvað annað sem þið rekið augun í blóðprufum, einhver annar skortur sem getur haft áhrif á frjósemina? Það er svona, maður getur sagt að sko, ef maður hugsar hvað er það sem er í almennt sem er gott eða vont fyrir frjósemi. Og það fer eiginlega allt bara svona hönd í hönd við almenna heilsu. Þannig að maður hugsa, er þetta hollt eða óhollt? Þá
þá það yfirleitt líka þá, ef það hollt þá það líka yfirleitt bara gott fyrir frjósemina og ef það óhollt þá það yfirleitt vont fyrir frjósemina. Svona almennt. Ég var bara að hugsa með það kannski mikill B12 skortur eða D-vitaminskortur eða járnskortur eða eitthvað svoleiðis. Hefur þetta einhver áhrif? Já, sko, það hefur náttúrulega, til dæmis D-vitamin hefur verið mikið skoðað í bara almennt. Það svona búið að vera svolítið heitt í langan tíma og það hefur nú svona verið sýnt fram á að ykkur svona, þetta variasjónin sem í gangi svona vestrænu samfélagi, það virðist ekki vera mikil tengsl við frjósemi þar. Þannig að við erum ekki að fókusera mikið á það. Við viljum allar konur taka fólinsýru sem eitt af B-vitaminum. Það meira fyrir þunguna og fóstrið, frekar heldur en frjósemina sem slíka. Þannig aftur, það að fara af stað þungun, vonandi, og þá erum við svona að reyna að hjálpa til við að það sé á eins góðum stað og mögulegt En svona aftur, eins og vorum að tala áðan, hvað getur maður gert, hvernig getur maður undirbúið sig, að það rosa mikið bara lifðu, heilbrigðum, eðlilegum lífstíl, reyndu að hreyfa þig, forðastu engar ýkjur, bara við segjum svitna púlsinu upp 2-3 viku og miða við 30 mínútur í hreyfingu á dag, hvort sem það innan eða utan vinnu en það þarf ekki að vera neitt. Fólk heldur stundum að það þurfi að algjörlega verða einhver annarri mannesku. Það mjög mikið atriði að frekar að segja bara vertu heilbrigða útgáfan af þér sjálfum með sjálfri. Og svona hvað varðar mataræði að ég segi stundum fólk borðaðu svona eins og þú myndir vita að amma þín væri sátt við það. Borða grænmeti sitt og ekki drasl og ekki snakk og sælgæti út í eitt og ekki pítsur og hamborgar út í eitt og svoleiðis allt. Sem okkur kannski finnst common sense. Já, en það stundum þarf að segja það. Já, og líka svona minnst líka ágætt að segja ef þú ætlar að fara að fá þér eitthvað og hugsa með þér, sko þegar amma mín og afi voru á mínum aldri, var þetta þá eitthvað sem maður fekk sér á þriðjudagskvöldi eða var þetta bara helgar? Og ef það var þannig fyrir amma og afa, þá var líka þannig fyrir þig. Já, þetta skemmtileg pæling. Mér finnst það svona, þú veist, maður þarf að setja í eitthvað samhengi þannig að, þú veist svona, já, mér finnst það ágætt að gera það stundum. Hvort það virki, veit ég ekki, ég vona það. En svo kannski, þetta sem mér finnst svo áhugavert, að því að heilsan náttúrulega líkamlega, andleg og félagsleg. Já. Og við erum aðeins búin að fara yfir þetta. En hvað getur fólk gert til þess að hlúa að geðheilsunni á þessu ferðalagi sem að þessar, þú veist, frjóvganar aðgerðir eða hvað kallaði þetta eru? Já, ófrjósemismeðferðir. Ófrjósemismeðferðir. Stundum þetta mjög langt ferli. Já, algjörlega. Ég held að svona oftast nær svona með fáum undantekningum og þá náttúrulega ef þetta er par að ræða þá finnum maður kannski bara stuðning í hvort öðru umfram allt og það fullt af fólki þar sem þetta gengur hratt og vel koma til okkar og þetta gengur hratt og vel sem betur fer en það líka svolítið hópur þar sem þetta verður þarf töluverðan tíma og töluverðar endurtekningar og takast á við þessi neikvæðu niðurstöður og það sem að við vitum er að það einhvern veginn að reyna að halda sér í meðferðinni ef að ákveðin hlutir eru að ganga upp og það eru að vera til fósturvísar þá er hægt að prófa aftur og aftur og aftur og það er tiltölulega góða líkur að það geti gengið. Er einhver ákveðin fjöldi hversu oft máttu? Já, rannsóknir segja að 6 heilar við skilgrunum glasafrjóvgunarmeðferð sem eggheimtu og allt það sem úr henni verður. Stundum verður það margir fósturvísar, stundum verður það fáir eða jafnvel engin. Þannig að ein meðferð getur verið nokkrar glasafrjóvgunar? Já, getur verið nokkrar tilraunir. Já. Okay. Tilraunir við þungun. Og að rannsóknir sýna að eftir 6 slíkar að þá verði fáar þunganir í þeim hópi sem eftir er. Stundum
kemur það í ljós miklu fyrr, stundum þarf að halda áfram svo lengi. Og það ber að nefna það að 6 slíkar meðferðir öllum sem því fylgir gríðarlega mikið og kannski fáir sem þola við svo lengi. En það er árangur. Það getur verið, það getur verið kannski alveg 2-3 ár. En svona það sem að svona maður upplifir að maður þarf mikið að vinna í því að fyrsta lagi veita góðar upplýsingar. Þannig að fólk hafi eðlilegar væntingar. Það er svolítið erfitt að fara af stað í eitthvað sko, sem að þú heldur ég get nefnt áhugaverða rannsókn. Það var að gera rannsókn þar sem útskýrt var fyrir fólki að árangur líkur á því að það kæmi út úr þessu barn áður en fyrir glasíverkun meðferð væri það bil 30%. Svo byrjar fólk í meðferðinu, þetta er svona nokkra vikna prósess og svo er komið að því að fara að setja kannski upp fósturvísi og þá er það spurt hver haldið að ykkar líkur séu og þá segir það 70%. Það var að snýra þessu við. Það gerir sem sagt vissi fekk að vita að verið 30%, það segir sjálf 70%. Man sér sjálfa sig með betri möguleika heldur en meðaltala. Ég held að það sé bara svona mannlegt. Það er svona eitt af því sem gerir það verkum að við tökumst á við hluti og förum í gang með eitthvað og ætlum okkur. Að við svona höfum svona stundum svona, sjáum að möguleikin séu meiri heldur en kannski tölfræðin segir. En ef að þú ferð oft út í hlutina með þetta, þá verður höggið rosa mikið í hvert einasta skipti. Þannig að við leggjum töluvert á okkur að vera skýr út í hvað maður að fara og útskýra frá byrjun að það sé eðlilegt að þurfa að endurtaka. Og svo þarf maður líka að eyða tíma í að vera skýr með það hvað það er sem að getur haft áhrif á árangurinn. Annars vegar útskýra hvað takmarkanir læknisfræðin hefur. Það er að segja að því í grunninn gengur þetta út á það að skapa bestu mögulegu aðstæður fyrir frumurnar. Við getum ekki breytt eggjum eða sáðfrumum. En við getum leyft þeim að hittast, við getum leyft þeim að gera sitt allra besta. Ef það verða til úr því fósturvísar þá er hægt að prófa þá. Við getum ekki breytt þeim. Og flest fólk og flestar konur með góðar aðstæður til að taka á móti fósturvísum. Og við skoðum þá. Og það er svona, bara eðlilega þá vill fólk að það sé til ykkur lausn. Sérstaklega þegar maður búin að prófa nokkrum sinnum. Og þá þarf maður að útskýra hver er takmörkin og hvað er hægt að gera og hvað er ekki hægt að gera. Þannig að fólk skilji það. Og svo þarf maður að hvetja fólk til að hlúa að þessum andlega þætti. Og þá erum við til dæmis með sálfræðing, við erum með félagsráðgjafa, við reynum að fókusera á þetta sjálf, að veita fólki og við reynum að hvetja fólk. Og ég veit að þetta eins og sjúklingasamtökin reyna einmitt að það sé svona jafningjasamtal í gangi, þannig að fólk getur svona fengið að heyra reynslusögur, getur fengið tips frá sínum jafningum sem hafa kannski svipaða reynslu og oft með góðum árangri, en stundum erfið reynsla. Þannig að fólk viti hver er þá von, hverja væntingarnar eru og ég held að það skiptir ekki rosalega miklu máli. Og svo held ég að hugurinn fer rosalega mikið að snúast þetta því miður, það verður svona þráhyggja. Og þá líka algengt að fólk hugsi með sér, gerði ég eitthvað rangt? Þú veist, maður hugsa sér til dæmis kannski konum sem fær endtekið að prófa fósturvísa og gengur aldrei. Það er mjög skiljanlegt að maður fara að hugsa að það er eitthvað með mig. Það hlýtur að vera eitthvað hjá mér sem að veldur því að þetta gengur ekki. Og þá verður svona mikið sjálfsásökun og mikið svona leit í skýringar innan eigin hegðunar. Var það af því að
ég borðaði þetta eða var það því ég borðaði ekki þetta eða fór ég óvarlega þarna eða og svo framvegis. Og þetta verður allt svona verið að ganga á eggjaskurn, sko. Og það það maður þarf svolítið að fara í gegnum það líka, þannig að reyna að fjarlægja þessa sjálfsásökun. Og hún hræðilega erfið andleg líðan að vera í sjálfsásökun. Þannig að alls konar svoleiðis, það er rosa mikið útskýringar og svoleiðis og svo síðan held ég hvetju fólk sérstaklega ef hlutirnir gangi ekki vel að tala þetta við sína nánustu. Að þetta er erfitt að burðast með svona. Það er erfitt að sjá, hvað maður segja, vini, fjölskyldu, kannski fara af stað með þungun. Allir að tilkynna á Instagram. Já, fara í skírnarveislu. Eitthvað skilur, þú veist, þetta er bara mjög erfitt, sko. Og svona rannsóknir hafa kannski sýnt að þeir sem að þetta gengur hratt og vel, þeir þurfa ekkert svo mikið stuðning frá umhverfi sínu. Það bara, og þessu svona, ef maður segja svona fyrirfram, ef maður myndi vita fyrirfram, þetta myndi taka langan tíma, maður myndi segja, leitaðu strax í stuðning. En þeir sem að það myndi ganga hratt og vel, þeir þurfa kannski ekkert á því að halda. En svo veit maður aldrei hver er hvað. Það er svona. En kannski svona í lokin, af því að nú er þetta ansi kostnaðarsamt ferli, það getur orðið það. Já. Og gæti þá haft áhrif á fjárhagslega heilsu. Getur fólk leitað einhverja styrkja eða hvernig er það eins og hérna á Íslandi? Tekur Tryggingastofnun þátt í? Já, sjúkratryggingar, sko, þetta er náttúrulega bara því miður hafa heilbrigðisyfirvöld eða yfirvöld einhvern veginn ákveðið það að ófrjósemi sé einhvers konar B-sjúkdómur. Þannig að niðurgreiðsla á meðferðum er lægri á Íslandi heldur en í nágrannalöndunum. Þar sem ég þekki vel til dæmis í Svíþjóð, þá færðu 3 heilar meðferðir og allar uppsetningar á fósturvísum. Þú borgar bara einhver komugjöld þegar þú mætir en ekki stóru upphæðirnar. Og hér á Íslandi þá færðu aðstoð sem er batnað en er samt ekkert í líkingu við þetta. Síðan líka mjög skrítið að þegar maður heimsækir aðra lækna eða þykir aðrar meðferðir, þá fara greiðslurnar upp í þetta greiðsluþátttöku þak. Þannig að þegar þú ert búin að greiða eitthvað ákveðið mikið, þá þarftu síðan ekki að borga meira það sem eftir er ársins. En þetta fer ekki í það. Þetta er miklu hærri upphæð, en telst ekki með þessu. Þannig að þetta er einhvern veginn svona, já, eins og ég segi, B-sjúkdómur. Það er að berjast fyrir þessu. Heldur betur. Og þetta hefur batnað. Þetta greiðsluþátttökan er töluvert betri og alveg aukist töluvert. Síðan stéttarfélög taka þátt í þessu og svo eru lyfin yfirleitt niðurgreidd af sjúkratryggingum. Þannig að sjúkratryggingar taka alveg lyfin en ekki meðferðirnar. Og þetta er svona, já, því miður er þetta er það stundum fjárhagsstaða sem ræður því hvort þú getur gert þína fjölskyldustærð, hugmyndir þínar og vilja að einhverju fjölskyldustærð að veruleika eða ekki. Og það er þetta bara mjög sorglegt að það sé þannig. Ég veit alveg sjúklingasamtökin og einstaklingar hafa verið duglegir að berjast fyrir þessu og við reynum það auðvitað líka. Og það er svona dropinn holar steininn. Er eitthvað að lokum? Er eitthvað sem ég er að gleyma að spyrja sem er mikilvægt fyrir fólk sem er að hlusta að vita sambandi við allt þetta? Já, ég held kannski bara það sem að þú veist, þetta sem við erum aðeins búin að tala um, að það er þessi meðvitund að það sem ég finnst svona sorglegt að sjá, það er að ef að fólk hefur ekki átt að segja á áhrifum aldurs. Þannig að mér finnst að svona að endurtaka það. Að hafa í huga þegar maður ætlar að stofna fjölskyldu að vera helst búin að stofna þá fjölskyldu sem maður vill. Að svona, maður upplifir að sé svona
sú fjölskylda sem maður er sáttur við, að sem maður sé komið með það 35 ára. Byrja á því fyrir 30 og ef að og reikna með að eftir 35 til 40 sé bónus og það sé erfitt eða illmögulegt eftir 40. En svo líka, leiðir, það hægt að nota gjafakynfrumur, það hægt að koma og eiga samtal við þetta hjá heilsugæslunni eða hjá kvensjúkdómalæknum eða hjá okkur á Lífíó og bara ræða þetta. Og líka ef að maður er í þeirri stöðu að maður á erfitt að uppfylla þetta sem ég var að segja, byrja fyrir 30, vera að koma í fjölskyldstarfina fyrir 35 ára, þá myndi ég hvetja konur til að íhuga að frysta eggin sín. Að það er svona leið til þess að svona, búa sér til betri möguleika ef að aðstæður eru þannig að maður er ekki komið með þá fjölskyldstarf sem maður óskar eftir þegar maður er orðinn 35 ára eða sér fram á að það verði staðan. Það er svona, tæknin hefur skapað þá möguleika. Og svo bara eins og þú ert búin að segja, það að hugsa almenna heilsu skiptir greinilega miklu máli. Algjörlega. Við erum einhvern veginn komið með eitthvað samfélag sem ýtir okkur, það er einhvern veginn markaðsöflin hafa búið til einhverja stöðu þar sem að við skiljum ekki alveg alltaf hvað er heilsa og hvað er góð heilsa. En að maður þarf að taka ábyrgð á þessu á hverjum degi meðvitað. Það er svolítið eins og að busta tennurnar. Maður stundum að velja að gera eitthvað minna skemmtilegt fyrir meira skemmtilegt. Það er oft svolítið erfitt. Já, það er erfitt. Það er bara dásamlegt. Takk kærlega Snorri fyrir að deila þinni þekkingu með mér og hlustendum. Bara mér er það ljúft og skylt. Já, gott. Af því mér finnst þetta eitthvað sem að kannski er ekki nóg mikið í umræðinni. Nei. Og svona einhvern veginn, já, ég held að fólk setur oft ekki sama sem merkja á milli heilsu og frjósemi. Nei, en það er auðvitað bara eitt birtingaform heilsunar er hvort við erum frjó eða ekki frjó. Þetta er flott lokaorð. Takk kærlega fyrir. Þakka þér. Ef þér þótti þátturinn áhugaverður, þá væri ég rosalega þakklátt deila honum áfram á þá sem að þú veist að hafa áhuga á. Ef þú ert ekki nú þegar að fylgja hlaðvarpinu á Spotify eða Apple Podcast, þá langar mig að biðja þig að íta á follow og jafnvel gefa hlaðvarpinu einkunn. Og svo hvet ég alla til þess að kíkja inn á Instagram og fylgja þar Heilsu Erla fyrir fróðleik og hvatningu.